Nú erum við komin út, gjör svo vel. Afsakið töfuna en þá settur fertugasti fundur íbúaráðs Miðborgar og Hlíða. Dagskráin svona ágætlega þétt og verður kannski þéttari þegar líður á fundinn, sjáum til. En við byrjum semst á lið númer 1, það skólalög Austurbæjarskóla. Svona smá bara kynning á þessu þegar við vorum að vinna, þegar ég var að vinna fjárfestingar- og viðhaldsáætlunina milli funda, sem seinna á fundinum. Þá barst sem sagt bréf frá foreldrafélaginu í Austurbæjarskóla sem að náðist ekki að senda með fjárfestingar- og viðhaldsáætluninni. Þannig að hugmyndin var sem sagt, það ekki í gögnunum, en með samþykki þá viljum við leggja fram það bréf frá foreldrafélaginu og senda sem sagt með tillögunum fjárfestingar- og viðhaldsáætlunina. Og Jóhanna, vilt þú ekki gera grein fyrir þessu frekar eða? Nei, við bara sem sagt fengum að heyra frá skólastjórnendum að það væri hægt við að fara í endurmyndir sem stóðu til á þessu ári og sendum bréf þess vegna. Og fresta þeim sem sagt. Þetta var sem sagt inn í þessum tillögum íbúaráðsins vegna fjárfestingar- og viðhaldsáætlunar. Það bara einu sem vantaði var þetta bréf frá foreldrafélaginu að það færi með, sem í raun bara að útlista þörfin á þessu, útlista þörf á viðhaldi. Þannig að ef að enginn hreyfir við andmælum þá legg ég til að við leggjum þetta bréf fram og sendum það í kjölfarið með það samþykkt. Það er flott. Algjörð. Glæsilegt. Þá það fundarliður 2. Það ályktun íbúasamtaka Miðborgar sorphirðu í borgarhlutanum. Þetta sem sagt, þið hafið væntanlega lesið ályktunina sem frá aðalfundi íbúasamtakanna frá apríl síðastliðnum, þar sem verið að skora á Reykjavík að efla sorpþjónustu í miðborginni. Og ég legg til sem sagt að við bókum íbúaráð Miðborgar og Hlíða tekur undir ályktun íbúasamtaka Miðborgarinnar sorphirðu í miðborginni og hvetur borgaryfirvöld til að leita lausna í samráði við hagsmunaaðila á svæðinu. Glæsilegt. Öll samþykkt þessari góðu bókun. Já. Takk fyrir. Glæsilegt. Þú fórst yfir fulltrúaskiptin? Nei, ég gerði það reyndar ekki. Það góð punktur. Sem sagt á borgarstjórnarfundi síðastliðinn þriðjudag þá sem sagt fulltrúaskipti hjá Sjálfstæðisflokknum. Þannig að Sandra Hlíf aftur komin inn sem aðalmaður Sjálfstæðisflokksins og Þorkell varamaður eða hvað? Það alltaf stendur hérna á Já, einmitt, á kantinum. Þórður. Eða hvað, Þórður? Þórður Gunnars varamaður og Sandra segja að það alltaf kemur fram hér Já, ég veit ekki hvort þessi gamalt eða? Nei, nákvæmlega. Já, ég veit ekki. En allavega, Sandra orðin aðalfulltrúi. Það tilkynnist bara hér með. Svo þá þriðji liður, það veggjakrot í miðborginni. Sem sagt, það líka frá íbúasamtökunum og það sama skapi frá aðalfundinum eða ekki rétt ályktun eða hvað? Nei, þetta bara síðustu 2 fundur. Já, ok. En það sem sagt íbúasamtökin telja að veggjakrot hafi aukist í miðborginni og eru meðvituð síðuna sem við höfum talað áður, veggjakrot síðuna. En ég legg sem til bókun sem nokkurn veginn samhljóða bókun í síðasta leið, sem sagt íbúaráð Miðborgar og Hlíða tekur undir ályktun íbúasamtaka Miðborgarinnar veggjakrot í miðborginni og hvetur borgaryfirvöld til að leita lausna í samráði við hagsmunaaðila á svæðinu. Ertu að senda mér þetta? Ég ekki búinn að því, á ekki bara að senda þér pakkann eða hvað, vilt þú að þeim nóðum? Já, það er ágætt. En ég ætlaði bara að fara yfir Jóhanna. Þú Jóhanna. Kolbrún hér. Þarna ertu. Hún bor á Flögu. Já. Og Sunna hér, já. Og Sigrún þarna og Þórey. Já. Já, ok. Þá ég bara með alla. Svo erum við Pétur hérna. Já, Nú ég þekki ykkur. Ok.
sem sagt, eru þið samþykkt þessari bókun? Algjörlega. Já. Þakka ég aftur fyrir. Sendu það hérna Það verður að góða. snöggvast. Erindið foreldrafrelsi, það fór bara inn á eins og það var bara lagt fram. Já, sem sagt, það er lagt fram og samþykkt að fylgiskjal með fjárfestingar- og viðhaldsáætluninni. En það hefur ekki verið þegar sendt. Ég var bara að tala eitthvað við einhverja þetta. Ok, þá er það liðið 4 umferðaröryggi í Suður- og Hamrahlíð. Þú ætlaðir að falla úr þessu, Kolbrún. Já, við ræddum þetta síðustum fundi og við vorum með þær hugmyndir að fá skipulagsfræðing til að ræða þessi mál bara snarlega í haust. Já. Bara helst á fyrsta fundi. Traffíkstigahlíð, Hamrahlíð, þetta er óviðunandi. Ég var tengt en ótengt þessu, þá var ég að ræða við nokkra aðra formenn íbúðaráða daginn og við ætlum að reyna að hittast í sumar og